Fundi er fram haldið á Alþingi. Nú hefst atkvæðagreiðsla tillögu skipan 15 manna til að vera dómarar við Landsrétt. Beðið hefur verið nafnakall. Voru einhverjir að biðja orðið atkvæðagreiðsluna? Hv. þingmaður Katrín Jakobsdóttir, 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Frú forseti, hér er mjög stórt mál að ræða þar sem ætlunin er að skipa 15 nýja dómara við nýtt dómstig, nýjan Landsrétt, sem markar tímamót í réttarsögunni sem samstaða var hér á þingi. Það er lykilatriði að allur málatilbúnaður með þessa skipan sé hafinn yfir vafa og minnihlutinn á Alþingi hefur gert athugasemdir við rökstuðning ráðherra og telur ekki sýnt út frá rökstuðningnum að rannsóknarskylda hafi verið uppfyllt. Þeir sérfræðingar sem beðnir voru álit á því atriði töldu að þeir hefðu ekki nægjanlegan tíma til að leggja raunverulegt mat á þessi atriði. Þess vegna lögðum við í minnihlutanum til að málinu yrði frestað þannig að ráðherra og þing fengju meiri tíma til að tryggja viðunandi umbúnað málsins. Þess vegna leggjum við til hér á eftir að málinu verði vísað aftur til ríkisstjórnar í sama tilgangi. Verði frávísunartillaga minnihlutans felld munum við Vinstri græn leggjast gegn málinu því hér er heildartillögu að ræða. Afstaða okkar felur ekki í sér afstöðu til þeirra einstaklinga sem ræður heldur málatilbúnaðarins í heild sinni. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgitta Jónsdóttir. Forseti, ég skora á við þingmenn Pírata á alla þingmenn, sér í lagi þá þingmenn sem komu hér inn undir því yfirskini að vilja kerfisbreytingar. Ég trúi því að þeir vilji það enn í hjarta sínu að fylgja samvisku sinni og vísa þessu máli með okkur úr minnihlutanum aftur til ráðherra og ríkisstjórnar til þess að ráðherra geti tryggt að sú sýn sem ráðherrann hefur á að þeir sem þurfa að taka sæti í þessu nýja dómstigi séu ráðherranum að skapi. Ég vil líka segja fyrir hönd Pírata að við munum vera á rauða takkanum þegar málið verður afgreitt í heild sinni ef því verður ekki vísað frá og það snýst ekki þá einstaklinga sem eru að fara að taka sæti á þessu nýja dómstigi heldur verkferlið. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Frú forseti, nú ljóst að ráðherra gerir verulegar breytingar á vali dómnefndar í nýjan dómstól. Alþingi og stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur gefist mjög knappur tími til þess að fara yfir málið. Okkur hefur ekki þótt ráðherra færa nógu góð rök fyrir máli sínu sem þarf að vera vandað og hafið yfir allan vafa. Við höfum því lagt til að málinu verði vísað frá, frestað í nokkrar vikur og ráðherra geti unnið betur í því og veitt nefndinni betri gögn. Í þessu liggja engin dómur yfir þá sem hafa sótt en þetta skiptir miklu máli. Hér er mikilvægan nýjan dómstól að ræða. Það er mikið í húfi fyrir traust dómstóla. Samfylkingin mun greiða atkvæði með frávísunartillögu. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Frú forseti, nú erum við að greiða atkvæði og við fáum 2 tilraunir í þessu. Það hvernig við afgreiðum þetta mál hérna á Alþingi skipan dómara, tillögu sem ráðherra hefur lagt fyrir. Í fyrri tillögunni þá er greitt atkvæði tillögu minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, minnihlutans á þingi það að vísa málinu til ráðherra þannig að hún geti unnið það betur. Það er allir sammála það að 2 vikurnar sem ráðherra fékk var knappur tími. Þingið fékk 2 daga. Það er ekki faglegt. Þannig að þetta snýst annars vegar frestur til þess að skipa þessa dómara faglega og við höfum tíma til 1. júlí eða mögulegar gerræðisskipanir ráðherra sem grafa undan dómskerfi landsins. Það eru 2 tilraunir. Fyrri tilrauninni þá vísaðist til ráðherra, vera grænu þar. Í seinni tillögunni að hafna tillögu meirihlutans á Alþingi og ráðherra og vísa þannig málinu til ráðherra. Og þá þarf allir að vera á rauðu. Þá
tek til máls atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti. Við greiðum fyrst atkvæði frávísunartillögu minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar taldi málið hafa fengið þá meðferð í nefndinni að það gæfi tilefni til þess að taka afstöðu. Meirihlutinn er þeirrar skoðunar að rök hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir tillögum sínum þá 15 einstaklinga sem til stendur að skipa í Landsrétt séu nægilega vel rökstuddar og undirbúnar og lýsum yfir stuðningi við þær tillögur og getum þess vegna ekki fallist á frávísunartillöguna sem eins konar frestunartillaga og teljum að sú frestun sem þar að ræða hefði ekkert verið til þess fallin að leiða til lykta þann ágreining sem í málinu. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, við höfum innan tvær tilraunir til þess að annars vegar vísa málinu frá sem vantrauststillaga á þessi verkbrögð og hins vegar að segja nei við listanum og þá vinnubrögðum ráðherra. Það ekki vilji minn að varpa efasemdum á nýtt dómstig. Sú ábyrgð fellur algjörlega á ráðherra fyrir að rökstyðja ekki ákvörðun sína og stjórnina fyrir að krefjast flýtimeðferðar. Það á borðinu mjög raunhæf tillaga að ná sátt. Möguleikinn að þingið fái tækifæri til að skoða málið betur og kvitta undir val ráðherra þannig að tilnefningin sé yfir vafa hafin hlýtur að vera mikilvægari en sá efi sem fellur á nýja dómstigið. Þess vegna getur ekki verið hægt að hunsa tækifæri til þess að gera betur og það getur ekki annað en leitt til betri niðurstöðu. Það getur allavega ekki leitt til verri niðurstöðu en við stöndum fram fyrir núna. Ábyrgðin á þeirri ákvörðun liggur hjá þér, hv. þingmaður, og hjá þér, hæstv. ráðherra. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 2. þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, á þeim skamma tíma sem að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur haft til þess að fara yfir málið, þá það mat okkar í minnihlutanum að ekki hafi verið lagðar fram fullnægjandi rökstuðningur af hálfu ráðherrans og því höfum við lagt á það áherslu í okkar vinnu að annars vegar að leggja til að fresta þessum afgreiðslum og að vísa málinu til ráðherrans og með frávísunartillögunni þá erum við að því að vísa málinu til ráðherrans, tilbúin að koma hér inn aftur eftir 2 eða 3 vikur og afgreiða málið þegar að okkar mati væri búið að leggja fram fullnægjandi rökstuðning. Við Framsóknarmenn styðjum þar af leiðandi auðvitað þá frávísunartillögu verði hún hins vegar felld og tillagan heildarfjölda nýrra dómenda við þennan mikilvæga dómstig verði komið hér til afgreiðslu, að þá munum við ekki greiða atkvæði í ljósi þess að við teljum að það hefði verið skynsamlegra að fá fram fullnægjandi rök fyrir þeim lista svo við gætum öll tekið afstöðu til hans. Við teljum einfaldlega að við getum ekki gert það á þessum tímapunkti. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Frú forseti, við höfum ekki beðið mikið í þessu ferli. Við höfum bara beðið rök. Við höfum bara beðið aðeins betri upplýsingar það með hvaða hætti þessi ákvörðun var tekin. Við höfum bara beðið það að þessar hrókeringar sem voru framkvæmdar væru skýrðar þannig að við gætum með eðlilegum hætti tekið upplýsta afstöðu. Það það eina sem við höfum farið fram á. En hér stendur til einhverju hluta vegna í staðinn að reyna að ýta þessu í gegn án þeirrar umræðu, án þess að þau rök séu komin fram með fullnægjandi hætti. Og ef einhver vafi á því að rökin séu næg, ef einhver vafi á því að þetta sé gott ferli, ef einhver vafi á því að það sé traust til dómstólsins í ljósi þess að þetta verði þá gert, þá verðum við að segja nei. Þá verðum við öll að segja nei.
vegna þess að eða þá allavega að vísa þessu máli frá, vegna þess að frávísun myndi vera í rauninni besta mögulega niðurstaða. Með því fáum við að taka þetta mál aftur upp síðar og gera þetta almennilega og fá góð rök. Það rétt niðurstaða. Vísum þessu frá, frú forseti. Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgitta Jónsdóttir. Forseti, við kjósum hér annaðhvort gamla Ísland eða nýja Ísland. Gamla kerfið eða nýja kerfið. Þetta var fyrsti vísir af plöntu sem var að koma upp úr jarðveginum sem að margir hafa þurft að þola mikið eftir hrun út af miklum þrengingum, erfiðleikum og óvissu. Kjósum hér gamla Ísland eða nýja Ísland. Ég vona að sú einfalda ósk, sú einfalda krafa að við fáum að setja þetta mikilvæga mál sem að snýr að hvorki meira né minna en trúverðugleika og réttarríkinu fái eðlilega málsmeðferð sem að lætur öllum líða eins og þeir geta treyst þessu nýja dómstigi. Ábyrgðin mikil og ábyrgðin ykkar, kæru þingmenn. Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartoszek. Frú forseti, ég hjó eftir í orðum hv. þingmanns Birgittu Jónsdóttur að hún sagði í einni setningu að hér væri ráðherra að velja dómara sem væri henni þóknanlegir, en síðan sagði hún í næstu setningu að þetta snerist, að ákvörðun Pírata snerist ekki þessa tiltekna fólk. Ég veit ekki hvort að hv. þingmenn þykir ekki geta einhverja mótsagna í þessum orðum, en mér þykir gera það. Þegar maður nefnir það að tilteknir dómarar séu tilteknum ráðherra þóknanlegir, þá gæti það með einhverjum tilfellum þótt varpa rýrð á störf þeirra í framtíðinni. Þannig ég myndi athuga hvort hv. þingmenn væri til í að endurskoða þennan fyrri part yfirlýsinga sínar. Að öðrum kosti þá hef ég skýrt það í ræðu minni að ég tel að þetta vald og þessi ábyrgð sem liggi hjá ráðherra og þessi eðlilegt að henni sé komið fyrir þar. Ég tel ekki eðlilegt að þingið eigi að hafa afskipti af þessari ákvörðun ráðherra og ég myndi greiða atkvæði í samræmi við það. Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen. Frú forseti, ætlum við virkilega að leyfa hæstv. Ráðherra að setja þetta fordæmi? Að ráðherra geti gert nákvæmlega það sem henni sýnist þvert á faglegt mat hæfnisnefndar án fullnægjandi rökstuðnings í tímapressu og mikilli andstöðu þingsins að það sé keyrt í gegn af ríkisstjórn með minnihluta atkvæða á bak við sig. Þetta eru óeðlileg pólitísk afskipti af skipun dóma. Ég segi að sjálfsögðu þá vísum við þessu máli aftur til ráðherra og við gefum henni tíma til þess að vinna þetta betur. Fáum upplýsingarnar sem við þörfnumst til þess að taka upplýsta ákvörðun og ef einhver tíman er tilefni til þess að raunverulega kjósa eftir eigin sannfæringu þá er það núna. Flokkslínan á ekkert erindi í þessar kosningar. Við vorum kosin á þing til þess að gæta að hagsmunum almennings, ekki að hagsmunum Sjálfstæðisflokksins. Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, það er eitt sem angrar mig í þessu máli umfram það sem hefur komið fram hérna áður. Ef við værum hérna núna stödd 1. maí, myndum við þá nota sömu rök að málið sé búið að fá næga málsmeðferð og krefja hérna atkvæðagreiðslu í gegn. Getið þið í alvörunni sagt, fullri hreinskilni, að þið mynduð ekki nýta aukamánuðinn til þess að klára málið betur. Við höfum nefnilega einn aukamánuð til þess að klára málið betur. Þannig að vinsamlega svarið því hvort að þið mynduð ekki vera í þeim sporum 1. maí að þið mynduð leyfa málinu að lifa og vinnast betur til þá 1. júní. Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegi forseti. Hv. þingmaður Katrín Jakobsdóttir hefur gert ágætlega grein fyrir afstöðu okkar í Vinstri grænum.
Ég kem hingað upp til að lýsa yfir gríðarlegum og einlægum vonbrigðum í þessu máli. Ég hélt að fjöldi nýrra þingmanna sem ásamt mér tóku sæti á þingi hér eftir kosningar myndi þýða ný og breytt vinnubrögð. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál. Það er gríðarlega mikilvægt að það náist sátt. Og ef að betri málsmeðferð svarar ekki með einni spurningu sem út af stendur, þá til þess vinnandi að gera málsmeðferðina betri. Og það er ótrúlega sorglegt að meirihlutinn skuli ætla að leggja af stað í þetta nýja dómstig sem mun breyta svo miklu í ósátt og í skugga ósáttar og pólitísks afls meirihlutans. Allt til þess að komast undan því að gefa málinu meiri tíma. Tíma sem sérfræðingar hafa þó sagt að þurfi til að hægt sé að meta málið á sem faglegastan hátt. Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti. Það er afar bagalegt að nýr Landsréttur skuli hefja störf sín við aðstæður sem þessar. Og það er alls ekki í anda þess ráðherra sem fylgdi því máli í höfn hér á síðasta kjörtímabili. Sá ráðherra vildi leggja mikið á sig og gerði það til þess að málið færi allt saman fram í sátt. En það er ekki lengur í boði. Hér á að þröngva máli í gegn sem er algjör óþarfa að gera og nægur tími til að fara betur yfir. Það er lítil reisn yfir þessu og hvað þá björt framtíð. Við eigum að standa vörð dómstólana, við eigum að auka tiltrú á dómstólum. Það gerum við ekki með því að leggja þetta til með þessum hætti og þeirri málsmeðferð sem ráðherra hér beitir. Því miður, virðulegi forseti, þá er ekki hægt að samþykkja þetta mál. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti. Við höfum hér tækifæri til þess að vísa þessari skipan aftur til ráðherra svo létta megi því myrka skýi sem nú hvílir yfir hlutleysi dómstólanna og raunar réttarríkinu öllu ef því er að skipta. Kæru hv. þingmenn, kæru hæstv. ráðherrar, leyfum réttarríkinu að njóta vafans, gefum þessu tíma, kjósum með samviskunni. Ég vil að það verði vel staðið að vali dómara og ég vil að það ríki traust. Ég bið ykkur að kjósa með samviskunni og kjósa já við þessari frávísunartillögu svo okkur megi gefast betri tími til þess að vinna þetta mál í sátt. Það tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, ég segja nú aftur, við báðum bara góð rök. Og það sem ólíkt hér með þessu máli og mörgum þeim málum sem við höfum afgreitt hér á þessu þingi núna í vor, að þegar mistökin eru gerð í þessu máli, þá ekki hægt að laga þau í haust. Það ekki hægt að laga þau jafnvel næsta vor. Þetta eru mistök sem ef þau eru gerð nú, þá kostar þetta traust á dómstigið í áratugi. Áratugi. Við vitum ekki hversu marga áratugi, en raunveruleikinn sá að þetta óafturkræf ákvörðun og við verðum að hafa það í huga. Ég vona að einhver hafi hugrekki til þess að vera sá sem segir stoppum, vísum þessu frá, fáum betri rök, klárum þetta vel vegna þess að það er rétt. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Frú forseti, við viljum öll að það sé réttmætt traust á dómstólum landsins. Ég held að það sé enginn inni sem vill ekki hafa réttmætt traust á dómstólum landsins. Það kemur fram í stjórnarsáttmálanum, það kemur eflaust fram í stefnuyfirlýsingu allra flokka. Allir landsmenn vilja það, sama hvað þeir búa, sama hvaða flokk þeir kjósa. Við viljum hafa réttmætt traust á dómskerfinu okkar.
grunnundirstaða. Það sem við stöndum frammi fyrir núna er að velja tvö tækifæri til þess að vísa þessu máli til ráðherra aftur og dettur það bara í fangið á ráðherra. Hún vinnur það betur, hún getur komið aftur til þingsins fyrir 1. júlí. Fyrst með því að kjósa á grænum í fyrstu tillögunum að vísa því til ráðherra. Hinn að kjósa á rauðum með því að samþykkja tillögur ráðherra. Beita veitunarvaldinu, vera varnaglinn gegn gerræðislegri ákvörðun. Ef þetta er ekki gert, þá er það ekki hafið í vafa að ráðherra hafi ekki beitt gerræði í þessu máli og þá er ekki réttmætt traust á dómskerfinu. Hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir, tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Frú forseti, það er mikilvægt að traust ríki skipan dómara í nýtt dómstig Landsrétt. Öll málsmeðferð þarf að vera vönduð og yfir allan vafa hafin og sýnt fram á að ráðherra hafi sinnt rannsóknarskyldu sinni við breytingu á tillögu dómnefndar og að vinnubrögð hans standist stjórnsýslulög. Á þessu liggur vafi. Eftirlitshlutverk Alþingis er mikilvægt og þar mega þingmenn ekki bregða skyldu sinni. Alþingi er hér sett í mikla tímapressu sem er mikil vanvirðing við þetta stóra mál. Við leggjum því til í stjórnarandstöðunni að málinu sé vísað frá og unnið betur af hálfu ráðherra svo það standist alla skoðun. Það væri ógæfulegt að afgreiða þetta mál í miklum ágreiningi. Það veldur vantraust á Alþingi, dómstóla og stjórnsýslu landsins. Gefum þessu máli meiri tíma og tryggjum vandaða málsmeðferð og ég held að allur þingheimur ætti að sameinast um það að gefa ráðherra tækifæri til þess að vinna þetta mál betur en það hefur verið gert til þessa. Hæstv. umhverfisráðherra Björt Ólafsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Já, virðulegi forseti, gamla Ísland og nýja Ísland. Faglegt mat hæfnisnefndar 10 karla og 5 konur, sannarlega í takt við gamla Ísland. Dómsmálaráðherra leggur til 7 konur, 8 karla og ég fagna því og ég furða mig á því að aðrir gera það ekki hér, eða stjórnarandstaðan gera það ekki hér. Rétt kynjahlutföll í Landsrétti kostar okkur ekki traust, það ávinnur okkur traust. Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti, fyrirkomulagið sem Alþingi setti upp við val á dómurum í nýtt dómstig var ekki til þess gert að ráðherra, sama hversu merkilegur hann geti beitt sínu eigin geðþóttavaldi til að velja fólk í dómarastörf, þau sem honum eru þóknanlegir hverju sinni. Þess vegna var sett upp sérstök dómnefnd sem hefur það hlutverk að leggja mat á þá þætti sem talið að dómarar þurfi að uppfylla. Þess vegna getur Alþingi ekki stutt rakalausa geðþóttastjórnsýsluákvörðun ráðherrans sem hefur ekkert með framtíðarsýn að gera eða kerfisbreytingar, heldur afturhvarf til fortíðar. Afturhvarf til fortíðar. Þvílík vonbrigði ef þingmenn sem segjast boða ný vinnubrögð gangast inn á þessi fortíðarvinnubrögð. Segjum nei og vísum málinu frá. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen, tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Frú forseti, út af því að hæstv. ráðherra Björt Ólafsdóttir kemur hérna og talar um mikilvægi þess að það sé skipað rétt út af kynjahlutföllum, þá langar mig bara til að taka fram að meðal þeirra sem ráðherrann skiptir ekki út úr 15 manna hópnum að minnsta kosti 2 með enga reynslu af dómarastörfum og meðal þeirra sem ráðherrann færir ekki upp í 15 manna hópinn umsækjandi með 27 ára reynslu sem héraðsdómari. Þetta ekki hafið yfir allan vafa og það það sem við erum að sækjast eftir. Að þessi ákvörðun verði hafin yfir allan vafa. Þetta snýst réttarríkið okkar og við þurfum að verja það. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Guðrún Ágústa Þórdísardóttir, tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Frú forseti,
Það er ótrúlega sorglegt að sjá þegar ég sest hérna á þing í fyrsta skipti að gamla Ísland er ennþá við hestaheilsu. Það þykknar núna eins og púkinn á fjósbitanum í skjóli svokallaðra umbótaflokka Bjartrar framtíðar og Viðreisnar. Það sýnir sig best á því að það sem heitir spilling alls staðar annars staðar er hérna kallað ákvörðunarvald ráðherra til að reyna að breiða yfir ósóma. Það er óboðlegt að sætta sig við þessi vinnubragð. Við þurfum að vísa þessu aftur til baka, vísum þessu máli frá, fáum faglega úttekt, góðan rökstuðning og gerum þetta almennilega. Í áliti minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á þskj. 1024 er tillaga að málinu verði vísað frá og hefst nú atkvæðagreiðsla óskað hefur verið eftir nafnakalli. Upp kemur talan 27, Hildur Sverrisdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Tilbúin. Jón Gunnarsson. Þingmaðurinn, ráðherrann segir nei. Jón Þór Ólafsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, ég segi já til þess að gefa ráðherra meira ráðrúm. Með því að segja já og þá fer þessi bolti aftur til ráðherra, gefa henni ráðrúm til þess að rökstuða betur, koma svo bara aftur til okkar fyrir 1. júlí. Það er löglegt. Já. Þingmaðurinn segir já. Jón Steindór Valdimarsson. Þingmaðurinn segir nei. Jóna Sólveig Elínardóttir. Þingmaðurinn segir nei. Katrín Jakobsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Kolbeinn Óttarsson Proppe. Þingmaðurinn segir já. Arnbjörg Sveinsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Lilja Alfreðsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Lilja Rafney Magnúsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Logi Einarsson. Þingmaðurinn segir já. Eva Einarsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Njáll Trausti Friðbertsson. Þingmaðurinn segir nei. Oddný G. Harðardóttir. Þingmaðurinn segir já. Óli Björn Kárason. Þingmaðurinn segir nei. Óttar Proppe. Þingmaðurinn segir nei. Pavel Bartosek. Þingmaðurinn segir nei. Páll Magnússon. Þingmaðurinn segir nei. Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þingmaðurinn segir já. Sigríður Á. Andersen. Þingmaðurinn segir nei. Sigurður Ingi Jóhannsson. Þingmaðurinn segir já. Silja Dögg Gunnarsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Smári McCarthy. Þingmaðurinn segir já. Óli Halldórsson. Þingmaðurinn segir já. Steinunn Þóra Árnadóttir. Þingmaðurinn segir já. Svandís Svavarsdóttir. Þingmaðurinn er fjarverandi. Teitur Björn Einarsson. Þingmaðurinn segir nei. Theodóra S. Þorsteinsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Valgerður Gunnarsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Vilhjálmur Árnason. Þingmaðurinn segir nei. Vilhjálmur Bjarnason. Þingmaðurinn segir nei. Bjarni Halldór Janusson. Þingmaðurinn segir nei. Þorsteinn Víglundsson. Þingmaðurinn segir nei. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Þingmaðurinn segir nei. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, réttlætinu verður ekki einungis að vera framfylgt. Því verður að virðast vera framfylgt. Eins og lágvarðurinn og dómarinn breski Gordon Hewart lét svo eftirminnilega hafa eftir sér í frægu bresku máli. Það snýst þetta mál, frú forseti. Réttlætinu verður líka að virðast vera framfylgt. Hlutleysi dómstóla verður að vera yfir allan vafa hafið.
Við verðum að geta treyst réttarríkinu okkar. Við hljótum að geta gefið okkur tíma til þess að vinna þetta mál betur, til þess að efla traust á dómskerfinu í landinu eins og þessi ríkisstjórn hefur lýst yfir að hún vilji gera. Við hljótum að virða réttarkerfið okkar meira heldur en þetta. Ég segi já. Þingmaðurinn segir já. Þórunn Egilsdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Þorsteinn V. Einarsson. Já. Þingmaðurinn segir já. Ari Trausti Guðmundsson. Já. Þingmaðurinn segir já. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Ásmundur Friðriksson. Ég segi nei. Þingmaður segir nei. Ásta Guðrún Helgadóttir. Þingmaðurinn segir já. Benedikt Jóhannesson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Birgir Ármannsson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Birgitta Jónsdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, það lítur út fyrir að þessi tillaga minnihlutans verði felld. Mig langar að lesa fyrir ykkur eitthvað sem ég fann á Facebook-síðu fyrrverandi þingmanns á Alþingi, Páls Vali Byrsinni, þar sem hann vísar í rannsóknarskýrslu Alþingis, þar sem fyrrum ritstjóri Morgunblaðsins til margra áratuga segir meðal annars: það er engin prinsipp, það er engar hugsjónir, það er ekki neitt, það er bara tækifærismennska, valdabarátta. Við höfum tækifæri enn til þess að sýna að við höfum prinsipp, að við höfum hugsjónir, að við séum ekki tækifærismenn og hér sé ekki ástunduð grímulaus valdabarátta. Við höfum ennþá tækifæri til þess. En mér sýnist á öllu að gamla Ísland vinnur. Ég bý. Þingmaðurinn segir já. Þingmaðurinn segir já. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Bjarni Benediktsson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Björn Leví Gunnarsson. Já. Þingmaðurinn segir já. Björt Ólafsdóttir. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Karen Elísabet Halldórsdóttir. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Brynjar Níelsson. Þingmaðurinn er fjarverandi. Guðrún Ágústa Þórdísadóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Elsa Lára Arnardóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Gunnar Ingiberg Guðmundsson. Já. Þingmaðurinn segir já. Willum Þór Þórsson. Já. Þingmaðurinn segir já. Guðjón S. Brjánsson. Já. Þingmaðurinn segir já. Albert Guðmundsson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Gunnar Hrafn Jónsson. Já. Þingmaðurinn segir já. Gunnar Bragi Sveinsson. Já. Þingmaðurinn segir já. Halldóra Mogensen. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, ég vona að þessi nýjasta birtingarmynd spillingarinnar hér inn í þessu húsi geri það að verkum að fólk fái kjark til þess að koma hérna á Austurvöll og mótmæla þessu, því að við þurfum að losna við þessa ríkisstjórn. Þingmaðurinn segir já. Hanna Katrín Friðriksson. Þingmaðurinn segir nei. Jónína E. Arnardóttir. Þingmaðurinn segir nei. Unnur Brá Konráðsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Tillagan er felld með 31 atkvæði gegn 30. Í áliti meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á þingskjali 1023 er tillaga að Alþingi álykti að samþykkja 15 tillögur dómsmálaráðherra skipun 15 manna til að vera dómarar við Landsrétt. Tillagan í 15 töluliðum verður borin upp í heild ef enginn hreyfir andmælum við því. Óskað er eftir nafnakalli. Hefst nú atkvæðagreiðslan en tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Hv. þingmaður Birgir Ármannsson.
Hæstv. forseti. Hér koma til afgreiðslu 15 tillögur dómsmálaráðherra einstaklinga til þess að skipa sæti dómara við nýjan Landsrétt. Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar gerði tillögu það í ályktun sinni að Alþingi staðfesti tillögur dómsmálaráðherra með þessari atkvæðagreiðslu. Það gerum við á þeim grundvelli að við teljum að á bak við tillögur dómsmálaráðherra liggi fullnægjandi vinnubrögð og málefnaleg sjónarmið þegar horft til tillagnanna og þeirra áherslna sem dómsmálaráðherra leggur áherslu á við tillögugerð sína. Ég tel að þetta sé söguleg stund. Ég hefði kosið að það væri meiri sátt og friði heldur en hér að ræða, en engu að síður söguleg stund þegar Landsréttur skipaður með þeim hætti sem hér gert ráð fyrir. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, já, það fer núna fram tímamóta atkvæðagreiðsla hér á Alþingi. Það hefur aldrei áður gerst fyrr að þingið komi að skipun dómara og það hafa aldrei áður jafn margir dómarar verið skipaðir í einu. En embætti 15 dómara voru auglýst laus til umsóknar 10. febrúar síðastliðinn. Ég var ákaflega ánægð og þakklát að sjá að svo margir gáfu kost á sér til vandasamra verka og svo margir þeirra vel til starfans fallnir. Ég hef lagt fyrir Alþingi núna tillögu nánar tilgreinda 15 einstaklinga vegna skipan dómara við Landsrétt og þetta eru allt einstaklingar með ólíkan bakgrunn en sem allir eiga það sameiginlegt að búa yfir þeirri fræðilegu þekkingu sem að þessi vandasömu embætti krefjast. Ég er ákaflega þakklát líka fyrir þá vinnu sem hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd innti af hendi hér fyrir að hafa gefið sér tíma til að fjalla mála sem annars sama tíma þingsins og einnig öllum þingmönnum sem gáfu sér aukadag við þinglok til að ræða þessi mál. Ég vil líka færa þakkir til Lögmannafélagsins og Dómarafélagsins og öðrum aðilum sem hagsmuni hafa af þessu máli fyrir að gefa sér tíma til að veita hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd álit með skömmum fyrirvara. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Frú forseti. Hér ekki deilt rétt ráðherra til að víkja frá áliti dómnefndarinnar, enda hljóti hún meirihluta atkvæðis Alþingis. Ráðherra þarf þó að rökstyðja ákvörðun sína sérstaklega vel og það hefur hún ekki gert. Hún þarf að sinna rannsóknarskyldu sinni og hún hefði til dæmis þurft að veita þeim sem færðir voru út af listanum dómnefndar andmælarétt. Það á ábyrgð þingheims að standa vörð hér virðingu þess og sýna dómstólnum nýja tilhlýðandi virðingu líka. Samfylkingin getur ekki sætt sig við þessi vinnubrögð og við munum segja nei. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Leví Gunnarsson. Kæru Íslendingar, þingheimur. Allir dómarar sem eru á þessum lista eru hæfir. Hafið það í huga. Með þessu ekki verið að rýra neitt traust á dómstólinn sjálfan. Það verður hæft fólk þar. Vantraustið á vinnubrögð stjórnarinnar. Megi stjórnin bera eingöngu ábyrgð á þessari málsmeðferð og hversu illa að þessu staðið. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Frú forseti. Það margt í málsmeðferð málsins. Við fáum 2 daga til að gera þetta með að ráðherra hafði 2 vikur. Það er verið að ýta þessu fram. Hvernig það var skipað. Það svo margt sem bendir til þess. Gefur tilefni til að ætla að þetta séu pólitískar skipanir. Tillaga frá ráðherra sé af pólitísku eðli. Nú munum við sjá í þessari atkvæðagreiðslu, við sáum því síðari, að varpamálinu aftur til dómsmálaráðherra, því var hafnað af meirihlutanum, algjörlega þvert eftir stjórnarliðum. Það sjá allir að það að sjálfsögðu pólitík þar. Það pólitík þar. Stjórnarliðar hafa ekki fengið tækifæri til að kynna sér þetta mál nógu vel til að taka upplýsta ákvörðun það. Það alveg ljóst.
Og nú munu stjórnarliðar án efa samþykkja tillögur ráðherra og allir landsmenn sjá, og allir hérna inni sjá það líka, og það er pólitísk ákvörðun. Og það grefur undan réttmætu trausti á dómskerfinu. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgitta Jónsdóttir. Forseti. Mér hefur fundist í þeim umræðum sem hafa átt sér stað hér í dag áberandi hve stjórnarliðar virðast líta á léttvægi þess sem við erum að gera. Það er áberandi út af því að þessi stjórnarmeirihluti vildi ekki gefa þingheimi tækifæri til þess að fara ítarlega yfir málið og fá rækilega umsögn frá hæstv. Ráðherra til þess að geta sinnt okkar mikilvæga hlutverki sem er að vera varnagli. Ráðherrann hefur svo sannarlega valdið til að taka ákvarðanir, en neitunarvaldið er hér. Það er okkur og við berum ábyrgð. Við vorum ekki kosin á þing til þess að hafa ekki ábyrgð. Og það er vert að hafa það í huga að Píratar líta ekki svo á og hafa enga skoðun á því hvort þessi ráðherrar séu hæfir ekki, við treystum fullkomlega dómnefndinni til þess, dómarar. En mér finnst mjög mikilvægt að hafa það í huga að þessi ákvörðun sem við erum hér að taka er á sama vægi og ef við værum að breyta stjórnarskrá, veiga miklum atriðum með stjórnarskrá. Hafið þið það í huga. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartoszek. Virðulegi forseti. Mig langar til að byrja á því að þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni kærlega fyrir hans skýru orð það að hann telji allir sem hér ræðir sig hæfir án undanbragða. Ég held að það skipti miklu máli að hluti þessi orðir á þann hátt. Auðvitað er það síðan sem við erum að greiða atkvæði hér hvort við teljum þennan dómaralista vera þannig að hér ætti að vera dómari við nýjan Landsrétt. Ég skil að það er borin von að þingmaður muni breyta þessari skoðun sinni að greiða atkvæði gegn þeim lista og þá erum við kannski bara aðeins ósammála hvernig við beitum þessu valdi okkar hér. En mér langaði bara að þakka honum kærlega fyrir þessu mjög svo skýru orð. Ég hef einhvern tíma rætt það fyrirkomulag við norræna stjórnskipunarfræðinga hvort það væri heppilegt að Alþingi myndi greiða atkvæði skipan dómara þetta sem við gerum hér og þeirra ráðleggingar voru ekki á þann veg. Þannig ég vona að þetta sé söguleg stund, en söguleg stund á þann hátt að hún verði ekki endurtekin. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgitta Jónsdóttir. Forseti. Árið 2010, þegar við vorum að fjalla þessi lög hér á Alþingi og þennan ramma sem er verið að samþykkja þessa vendingu eða þennan lokapunkt, þá lagði þingflokkur þáverandi hreyfingarinnar fram breytingartillögu. Og breytingartillagan var á þann veg að ef að ráðherra breytti tillögu dómnefndar, hæfnisnefndar, að þá þyrfti 2/3 meirihluta þingmanna til þess að samþykkja það. Mikil væri gæfa okkar ef við hefðum samþykkt þá breytingartillögu. Því að það er þannig að við í minnihlutanum, við upplifum á raunverulegan hátt að við höfum ekki fengið fullnægjandi útskýringar. Útskýringar ráðherra, það var ósamræmi á milli þess sem að ráðherrann skýrði fyrir nefndinni. Við óskuðum eftir því að fá það skriflegt og fengum það ekki. Þannig að já, þið ykkar sem að fagnið stórum áfanga, gjöru svo vel, en ég hef áhyggjur af réttarríkinu út af því að þetta mál er þannig að með gjörðum ráðherrans er vafi á þessu máli öllu og ef hún hefði leyft okkur að fara hérna yfir þetta betur, þá hefðum við náð miklu betri sátt um málið. Það er bara þannig. Ábyrgðin er ykkar, meirihluti. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, ég kem hingað upp
í tilefni orða hv. þm. Pawels Bartoszek hvað við værum að greiða atkvæði hér um. Ég lít svo á að hér séum við að greiða atkvæði hvort að hér hafi verið ástunduð fagleg vinnubrögð eða ekki. Það er mín skoðun. Hér kemur hv. þm. Birgir Ármannsson og segir að hann hefði kosið meiri sátt. Hvernig hefði þá verið að taka í útrétta sáttarhönd að vinna málið aðeins betur? Eigum við að fara yfir það hvað málið snýst? Það snýst ekki nöfn á lista. Það verður að biðja meiri tíma. Það verður að biðja betri vinnu. Það verður að biðja ítarlegri rökstuðning. Það er pólitísk ákvörðun að rjúfa þá sátt sem ríkt hefur hingað til stofnun Landsréttar. Það er pólitísk ákvörðun meirihlutans að nýta sér pólitískt afl sitt hér inni til að verða ekki við þessum sjálfsögðu og eðlilegu kröfum. Hver getur verið á móti því að vinna mál ekki nógu vel? Og hvað er andstaðan við að vinna mál ekki nógu vel? Hvað er samheiti við að vinna mál ekki nógu vel? Er það ekki fúsk? Þá hefst atkvæðagreiðslan. Óskað hefur verið eftir nafnakalli. Upp kemur talan 36, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Þingmaðurinn segir Logi Einarsson. Þingmaðurinn segir nei. Eva Einarsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Njáll Trausti Friðbertsson. Já. Oddný G. Harðardóttir. Þingmaðurinn segir nei. Óli Björn Kárason. Já. Þingmaðurinn segir já. Óttar Proppé. Já. Þingmaðurinn segir já. Pavel Bartoszek. Já. Þingmaðurinn segir já. Páll Magnússon. Já. Þingmaðurinn segir já. Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, við greiðum hér atkvæði skipan 15 dómara við nýtt dómstig, Landsrétt. Þessi skipan sem dómsmálaráðherra leggur hér fram er sveipuð tortryggni og vantrausti af því að hún sjálf, hæstv. ráðherra og enginn annar, ákvað án fullnægjandi raka að ýta hæfu fólki út af lista dómnefndarinnar, án þess að geta gefið okkur hér þingmönnum nægjanlega faglegar skýringar. Það er sannarlega ekki anda þess málatilbúnaðar sem lagt var upp með í upphafi undirbúnings á stofnun Landsréttar. Ég myndi leggjast gegn málinu og tillögunni í heild og segi nei. Þingmaður segir nei. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, það leikur enginn vafi á því og mér heyrist menn flestir vera sammála um það að hæstv. Dómsmálaráðherra hefur samkvæmt lögum fullan rétt á að koma með þessa tillögu og njóti hún stuðnings meirihluta þingmanna þá verði hún að lögum. Og það er ekki annað að sjá og heyra hér en að meirihluti þingsins styðji þessa tillögu. Það verður aldrei hægt að sýna fram á það vísindalega að það hafi verið valdir akkúrat þeir 15 hæfustu til allrar framtíðar til þess að gegna þessum embættum. En ég treysti því að ráðherrann sem ber ábyrgð í málinu velji eftir bestu getu. Ég hef ekki forsendur til þess að dæma um það hvort að ráðherranum tókst eins vel til eins og mögulegt er. Það kann að vera að ef við hefðum skoðað þetta aðeins lengur hér í þinginu þá hefði menn komist eitthvað nær því að geta fullyrt um það, en hefur þú aldrei getað fullyrt almennilega um það. Því hef ég engar forsendur til að vera á móti þessari tillögu en ekki heldur til þess að styðja hana og mun því ekki greiða atkvæði en óska nýjum dómurum og réttinum öllum velfarnaðar í störfum sínum. Þingmaðurinn greiðir ekki atkvæði. Sigríður Á. Andersen. Já. Þingmaðurinn segir já. Sigurður Ingi Jóhannsson. Þingmaðurinn greiðir ekki atkvæði. Silja Dögg Gunnarsdóttir. Þingmaðurinn greiðir ekki atkvæði. Smári McCarthy. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, ég segi nei við þessu ekki vegna þess að ég vantreysti þessum einstaklingum sem slíkum. Ég segi nei við þessu vegna þess að ég vantreysti ferlinu og ég vantreysti dómsmálaráðherra hæstv. Það er þannig þegar við erum að taka ákvarðanir svona mál að það verður að vera sátt. Þingið verður að geta komið sér saman hlutina í góðri sátt. Það hvernig við höfum staðið að þessu í dag
og hér síðustu daga hefur kastað rýrð ekki bara á þennan nýja dómstól, heldur líka á þingið og ríkisstjórnina. Við munum þurfa að grafa okkur upp úr þessum forapytti og það gerist greinilega ekki í dag. Ég segi nei vegna þess að það er það rétta í stöðunni, vegna þess að það er búið að eyðileggja hér það sem hefði annars getað verið mjög gott ferli. Þingmaðurinn segir nei. Óli Halldórsson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Steinunn Þóra Árnadóttir. Þingmaðurinn segir nei. Svandís Svavarsdóttir. Þingmaðurinn er fjarverandi. Teitur Björn Einarsson. Þingmaðurinn segir já. Theodóra S. Þorsteinsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Valgerður Gunnarsdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Vilhjálmur Árnason. Já. Þingmaðurinn segir já. Vilhjálmur Bjarnason. Já. Þingmaðurinn segir já. Bjarni Halldór Janusson. Já. Þingmaðurinn segir já. Þorsteinn Víglundsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, fyrir þinginu liggur tillaga 15 dómara. Ég tel það aldrei heppilegt að þingmenn sem starfa við það að setja lög sé að hlutast til hverjir skipi dómstóla sem dæmi eftir þeim lögum. Ég tel það ekki fara í samræmi við þessa niðurstöðu. Því tek ég undir með hv. þingmanni Pavel Bartoszek þegar að gæti ég fengið frið til þess að gera grein fyrir atkvæði mínu. Því tek ég undir með hv. þingmanni Pavel Bartoszek þegar ég segi ég vona að þetta verði síðasta skipti sem þingið hlutist til þetta með þessum hætti. Ég tel að dómsmálaráðherra hafa og bera hina endanlegu ábyrgð í málinu. Ég tel að sú tillaga sem liggur fyrir þinginu sé vel ígrunduð og rökstudd og því segi ég já. Þingmaður segir já. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Já. Þingmaður segir já. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, hv. stjórnarliðar hafa komið hingað upp og lýst þessu sem sögulegum degi. Sögulegum jú, sorglegum líka. Mér þykir þetta sorgleg stund fyrir þessa samkomu sem gat ekki gefið sér tíma í að vinna þetta mál vel og í sátt eins og alltaf hefur verið lagt upp með hvað varðar þetta nýja dómstig til þess að við getum líka öll gengið stolt út úr þessu húsi og inn í sumarið. Mér þykir þetta mjög leitt og ég segi nei. Þingmaðurinn segir nei. Þórunn Egilsdóttir. Þingmaðurinn greiðir ekki atkvæði. Þorsteinn V. Einarsson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Ari Trausti Guðmundsson. Þingmaðurinn segir nei. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég fagna að hér séum við að skipa dómara í Landsrétt. Landsréttur mun snerta allt samfélagið, sérstaklega þá sem þurfa að leita úrlausnar dómstóla á þá sem starfa í dómskerfinu. Ég fagna því þó sérstaklega að ráðherra leggi hér fram lista með hæfum einstaklingum af báðum kynjum. Við erum hér að sjá afar hæfar konur, jafnt sem karla, í tillögu ráðherra og það gleður mig. Allt einstaklingar sem eru mjög hæfir og það er engin spurning að það er stórt skref að jafnri stöðu kynjanna að svo margar konur veljist í dóminn og það væri gaman að sjá fleiri fagna því. Þessi 15 manna listi er skipaður reyndum lögfræðingum sem eru verðir fulls traust okkar. Ég segi já. Þingmaðurinn segir já. Ásmundur Friðriksson. Þingmaðurinn segir já. Ásta Guðrún Helgadóttir. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Benedikt Jóhannesson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, ég er sammála hv. þingmanni Birni Leví Gunnarsyni að þeir fulltrúar sem hér er greidd atkvæðum eru allir hæfir til þess að gegna þessum mikilvægu störfum. Dómnefnd lagði líka fram 15 manna lista, fólk sem allt var hæft til þess að sinna þessum mikilvægu störfum. Á öðrum listanum eru 8 karlar og 7 konur og hinum listanum eru 10 karlar
og 5 konur. Það er gamla Ísland. Ég segi listinn þar sem eru 7 konur af hæfu fólki hlýtur að vera betri. Ég segi já. Þingmaðurinn segir já. Birgir Ármannsson. Þingmaðurinn segir já. Birgitta Jónsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Já, frú forseti. Mér sýnist nú vera óbragð í munni sumra þingmanna hér hjá Viðreisn sem reyna að afsaka það í bak og fyrir hvernig þeir vilji helst ekki að málið sé hérna inni en eru nú samt að greiða því atkvæði og ætla aldrei að gera það aftur ef þetta kemur til. Lögunum var breytt árið 2010 til að koma í veg fyrir að ráðherrar skipuðu dómara pólitískt og án faglegs mats á hæfi þeirra og það hafði tíðkast hér áður fyrr. Nú er hæstv. Dómsmálaráðherra í rauninni að fara akkúrat í hina áttina eins og hér hefur komið fram, þó hún hafi vissulega til þess heimild. Þetta snýst ekki fólkið sem hér er að ræða. Þetta snýst ekki 7 karla og 5 konur eða guð má vita hvað. Þetta snýst meðferð málsins hér innan þings. Og hættið að reyna að snúa þessu upp í eitthvað allt annað heldur en þetta er. Gagnrýni minnihlutans snýr að því hvernig málsmeðferð hefur verið háttað hér innan þings. Ekki það hvort þeir sem hér hafa verið valdir á lista af hálfu ráðherra séu hæfari eða ekki heldur en hinir, heldur málsmeðferðina og við höfum ekki fengið gögn í hendurnar sem að sanna það svo óyggjandi sé og málsmeðferð er ekki lokið. Það snýst málið. Þingmaður segir nei. Bjarni Benediktsson. Já. Þingmaður segir já. Björn Leví Gunnarsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég tek undir með hv. þingmanni Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur. Það hefði, held ég, enginn sagt neitt við því ef að listinn frá ráðherra hefði komið bara með þessum breytingum upp á 7 konur og 8 karla, ef ekki hefði verið fyrir fleiri breytingar og að breytingarnar eins og þær eru núna eru órökstuddar. Þetta snýst það að breytingarnar eru órökstuddar. Það hefði ekki verið neitt mál að rökstyðja breytingar þar sem að kynjahlutföllin hefur verið jöfnuð. Ekkert mál. En það eru fleiri breytingar en bara það. Hafið það í huga. Þingmaður segir nei. Þingmaður segir nei. Björt Ólafsdóttir. Já. Þingmaður segir já. Karen Elísabet Halldórsdóttir. Já. Þingmaður segir já. Brynjar Níelsson. Þingmaðurinn er fjarverandi. Guðrún Ágústa Þórdísardóttir. Gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti. Það er oft talað um það að Alþingi njóti ekki virðingar og trausts. Mér finnst það nú bara ekki skrítið eftir að hafa setið hér í þessu sal í dag. Vinnubrögð af þessu tagi eru algjörlega óboðleg í nútíma samfélagi og ætla að fara að klæða þetta fúsk í einhvern jafnréttisbúning er algjörlega út í móa og það er bara hreinlega móðgandi fyrir konur. Að færa einhverja karlmenn upp og niður á lista er ekki jafnrétti. Ef það hefði bara verið að fara konur, þá hefði við getað tekið þennan jafnréttisvinkil. En nei, það eru fleiri breytingar og að vera að skýla sér á bak við þetta er hreinlega móðgandi fyrir allt hugsandi fólk og ég segi nei. Þingmaður segir nei. Elsa Lára Arnardóttir. Þingmaðurinn greiðir ekki atkvæði. Gunnar Ingiberg Guðmundsson. Þingmaður segir nei. Willum Þór Þórsson. Þingmaður greiðir ekki atkvæði. Guðjón S. Brjánsson. Þingmaður segir nei. Albert Guðmundsson. Þingmaður segir já. Gunnar Hrafn Jónsson. Þingmaður segir nei. Gunnar Bragi Sveinsson. Þingmaðurinn greiðir ekki atkvæði. Halldóra Mogensen. Þingmaðurinn segir nei. Hanna Katrín Friðriksson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti. Frá árinu 1920 hafa 4 konur verið skipaðar hæstaréttardómarar á Íslandi. 4 konur, 97 ár. Vegna þess að gamla Ísland á sér margar birtingarmyndir. Þessi á ekki upp á pallborði hjá minnihlutanum hér í dag
látum svo vera. Við ætlum að halda hana áfram í heiðri. Nýtt dómstig, Landsréttur, vakti vonir breytingar til betri vegar í þessum málum vegna þess að það skiptir máli. Við kjósum núna, greiðum atkvæði lista, fjölbreyttan lista með 15 hæfum einstaklingum að undangengnu hæfnismati. Sá listi hefur það líka til að bera sem hefur verið býsna sjaldgæft undanfarin 100 ár að búa yfir jöfnu kynjahlutfalli. Hæfir einstaklingar, jafnt kynjahlutfall og ég segi já. Þingmaður segir já. Jónína E. Arnardóttir. Já. Þingmaður segir já. Hildur Sverrisdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, í þessari vissulega sögulegu skipan 7 kvenna og 8 karla í nýtt dómstig mikilvægt að veitingavaldið hjá ráðherra. Alþingi hér í eftirlitshlutverki gagnvart því að ráðherra hafi í störfum sínum sinnt öllum lagalegum kröfum sem til hennar eru gerðar í mati og rökstuðningi þarum. Ráðherra hefur gagnvart stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þingsins gert grein fyrir því mati sínu og rökstuðningi, bæði almennt og sértækt. Ég byggi mína afstöðu á þeim rökstuðningi ráðherra. Ég tel hann fullnægjandi. Ég segi já. Þingmaður segir já. Jón Gunnarsson. Þingmaður segir já. Jón Þór Ólafsson. Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, það var bara birtingarmynd í ljós. Þetta eftir flokkslínum. Þetta stjórnarmeirihlutinn. Stjórnarminnihlutinn vill vísa bara málum til ráðherra, þannig að fá tíma. Stjórnarmeirihlutinn vill samþykkja þetta svona eftir flokkslínum. Þetta eru pólitískar skipanir, þá það bara alveg ljóst. Öllum landsmönnum það ljóst. Það pólitískar skipanir að þessu tagi kosta réttmætt traust á dómskerfinu. Það gera það og að sjálfsögðu situr það í maganum á fólki og hugsiði kannski til þess þegar þið reynið að ýta þessar óþægilegu tilfinningu frá. Þið munið þurfa að gera það. Það ekki bara stjórnmálamennirnir, það fullt af fólki sem ekki orðnir stjórnmálamenn. Þegar þið eru að ýta þessu frá, þá getið þið leitað í kunningi ykkar og það verður svona, þið getið kastað þessu á milli og hlegið að þessu og það eru ýmsar leiðir til að ýta frá óþægilegri tilfinningu þegar þú veist að þú hefur verið að fórna réttmætu trausti til dómstólana fyrir pólitíska hagsmuni, fyrir stjórnarsamstarf. Það er það sem margir hérna hafa gert og vita að þeir hafa gert það. Ég segi nei, ég segi við vísum þessu til ráðherra og ráðherra komi aftur með til málið. Við höfum til 1. júlí. Þingmaður segir nei. Jón Steindór Valdimarsson. Þingmaður segir já. Jóna Sólveig Elínardóttir. Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstv. forseti, ég geri hér grein fyrir atkvæði mínu og þeirri sannfæringu minni að hér hafi verið vandað til verka, að hér sé góðan lista að ræða og betri en þann sem hæstv. ráðherra fékk upphaflega í hendurnar, enda uppfyllti sá listi ekki nauðsynleg sjónarmið jafnræði kynjanna. Hæstv. dómsmálaráðherra hefur sagt að hún telji að jafnréttislög eigi að ná til þessa máls. Ég virði þá afstöðu sem og þá afstöðu að dómarareynsla eigi að vega þyngra en hún gerði í upphaflegum lista sem hæstv. ráðherra fékk í hendurnar. Og þar ég sammála hæstv. ráðherra. Þegar ráðherra hæstv. fékk tillögu frá dómnefnd sem mætti ekki þessum sjónarmiðum sendi hún það lista til baka og til endurskoðunar. Ráðherra fékk listan óbreyttan og því ófullnægjandi til baka. Í kjölfarið ákvað ráðherra hæstv. að nýta sér það svigrúm sem hún hefur lögum samkvæmt til að gera nauðsynlegar breytingar. Breytingarnar þær sem ráðherra gerir verður til þess að listinn mæti hvoru tveggja skilyrðum jafnræði kynjanna og sjónarmiðum dómarareynslu, auk þess sem að allir dómararnir hafa verið metnir hæfir. Þetta eru góð vinnubrögð. Sá rökstuðningur sem hæstv. ráðherra hefur lagt fram góður og ég fellst á hann samkvæmt minni bestu sannfæringu og samvisku. Ég segi því já. Þingmaður segir já. Katrín Jakobsdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu.
forseti. Minni hlutinn hér á Alþingi lagði fram málefnaleg rök fyrir því að málatilbúnaður hefði þurft að vera vandaðri og málsmeðferð þingsins hefði þurft lengri tíma. Og þessi rök voru studd af þeim sérfræðingum sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd kallaði sér til aðstoðar til að meta þennan málatilbúnað. En á rök minnihlutans og sérfræðinganna kaus meirihlutinn að hlusta ekki. Frú forseti, ég tel að Alþingi eigi að stjórnast af vitsmunum en ekki aflsmunum. Og það er ekki mín tilfinning að Alþingi hafi stjórnast af vitsmunum hér í dag og þess vegna segi ég nei við þessari tillögu. Þingmaðurinn segir nei. Kolbeinn Óttarsson Proppé. Þingmaðurinn segir nei. Arnbjörg Sveinsdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Lilja Alfreðsdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti. Þetta mál er bara hreinlega ekki tilbúið. Mér er það algjörlega til efs að meirihluti þeirra þingmanna sem hér að greiða atkvæði að þeir hafi getað kynnt sér þetta mál nægilega vel. Þess vegna er minnihlutinn að leggja það til að við förum ekki strax í sumarfrí. Við höfum nægilegan tíma og ég skil hreinlega ekki af hverju stjórnarmeirihlutinn er ekki tilbúinn til þess að gera það. Að setja þetta í þennan kynjabúning, ég held að allir hér inni séu mjög sáttir við að listinn sé svona skipaður. Ég bara skil ekki að menn séu ekki tilbúnir til þess að gefa þessu meiri tíma og þess vegna get ég ekki greitt atkvæði með þessu máli og greiði því ekki atkvæði. Þingmaðurinn greiðir ekki atkvæði. Unnur Brá Konráðsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Tillagan er samþykkt með 31 atkvæði gegn 22, 8 greiða ekki atkvæði.